vinstrimenn og íslamistar eru náttúrulega búin að vera í sama rúmi óbeint frá því að íranska byltingin hófst og það að sko, Íranir séu rauniverulega sko, brenna moskur og rauninni sko, að opinbera það að þeir eru á móti þessum íslamismu, þeir eru að mótmæla honum og það einhvern veginn býr bara til eitthvað svona system error í huga vinstrimanna sem þeir geta bara einhvern veginn ekki sko, ef þetta ekki ímyndu nýlenduveldi að brjóta af sér einhvern veginn á móti einhverjum fórnarlömbum, þá bara verður bara svona malfunction. Við þurfum að leggja harðar á okkur og við þurfum fleiri afburðamenn, þú vorum að tala menturinn áðan sko. Við þurfum að leggja meir upp úr því að rækta afburðafólk og mér finnst það eiginlega vera það sem að ég eiginlega mestar áhugjur varðandi menturinn hérna, hvað við erum að fá upp sko lítið af afburðanemendum, sko miklu lægra hlutfall heldur en í Skandinavíu. Björn Jón Bragason, Agnar Tómas Möller, verið kærlega velkomnir. Takk fyrir. Takk fyrir. Hvað segir gott? Já, bara sprækur. Það ekki? Snemma á nýju ári. Já, ég hafði svolítið ágjör fyrir þetta viðtal sko, það er svo lítið til að tala um. Það er ekkert í gangi. Nei, við ætlum að fara svolítið, sko það sem ég langar að gera er að við metum svolítið stöðuna, metum hana bæði út frá Íslandi, metum hana út frá hraðanum og líka svona kannski förum yfir einhvers konar hugmyndafræðilegt dagskrárvald sem að er einhvern veginn að taka hröðum breytingum líka. En svo við byrjum bara á stöðinni. Það er núna búið að reka Maduro eða steypunum á stóli. Venezuela er í einhverjum svona limbói og Donald Trump hefur hug á því að taka Grænland. Hvað svo við byrjum bara á þér Ragnar. Hvernig lestu í stöðuna, svona heilt yfir? Já, hún er áhugaverð. Einhverju segði árið byrjaði vel, það allan minnstu kosti á miklum breytingum. Það er þetta bara kannski áhugavert í þessu hvað svona þessir atburðir sem er að kannski gerast er að vekja einhvern veginn svona stjórnmálamenn og stjórnmálafræðinga innan gæsalappa svona einhvern veginn af værum blundi finnst manni. Það er nú einhvern veginn eru allir að hrökka upp til hand og fóta að hér sé bara skyndilega eitthvað alþjóðakerfi sem hafi staðið mjög stabílt frá 1945 og skipa mönnum bara alveg á rétta bása og allir hafi hegðað sér bara mjög vel í 80 ár. Það er eins og það hafi bara skyndilega fallið á senustu 12 mánuðum en ég held að það sé nú kannski ekki alveg eins og margir hafa svo sem þetta verið að benda á að ég var nú að hlusta mjög áhugavert viðtal við hún Helen Thompson sem er svona sérfræðingur í alþjóðamálum og hún var að benda á það er raunin það sem eina sem hefur kannski staðið traustum fótum hefur að vissuleyti verið kannski viðskiptaumhverfið þar hafa verið mjög svona fasta reglur gegnum stofnanir sem voru settar á en það er raunin eiginlega hálfgerður blekkingarleikur að segja að núna fyrst með tilkomu Trump sé verið að hóla undan einhverju alþjóðlega regluverki. Ég meina við höfum þetta séð hvernig Kína og Rússland og önnur einvaldsríki hafa verið að nýta sér bara tómarúmið og vissuleyti kannski sofandahátt bæði ekki bara Evrópuþjóða heldur fyrir Bandaríkjaforseta líka sem hafa svona einhvern veginn bara setið á hliðarlínunni og vilja reyna að hafa hlutina svona ekki rugga bátnum á mikið. Og svo kannski bara gerist það allt í einu þegar að kannski nýr efnahagslegur veruleiki í Bandaríkjanna sem að Trump kannski svona var fyrstur til þess að kippa í að sá kúrs sem að bandarískt efnahagslíf var á, það gerði líka það óhjákvæmilegt að það er bæði gera breytingar í efnahagsstefnunni og svo geopolitísku stefnunni sem við séð þá í samskiptum við NATO. Mm-hmm. Já, þetta er sko út af því að nú hef ég talað oft við Albert Jónsson og hann hefur oft sett í samhengi við sko loftslagsmálin að við erum með einhverja svona sérkennilega hugmynd það að loftslagsmálin séu bara út fyrir sviga við hagsmunagæslu ríkja og alþjóðakerfið sé einhvern veginn að grípa þetta og að við séum einhvern veginn öllum einhvern samtakamætti og að það væri aldrei verið að ræða hagsmunagæslu erlendra ríkja. Og hann færði rök fyrir því að það væri augljóst eitthvað sem að væri í gangi. En þó svo að kannski utanríkisstefna Íslands hafi kannski meira verið einmitt á svona þessum nótum að við séum einhver alþjóðakerfi sem að lúta einhverjum rosalega föstum reglum að þá var það kannski ekki alveg staðan og kannski er það eins og blaut fyrir núna alltaf okkur að það hafi ekki verið staðan nokkuð tíman.
Já, og svo líka, þetta er svolítið góð punktur líka með að eins og hvernig menn tala eins og þessi það að sækja Maduro sé eitthvað alveg einstæmi í allri veraldarsögunni, sko. Maður kemur alltaf svo margt upp í hugan af afskiptum Bandaríkjamanna víða í Rómönsku Ameríku á löngum tíma og þannig að þú veist, það er ekki, ég held að það er ekki og líka hitt það mestum óskapleg vannstilling og ekki hvað síst umræðinu þessi mál, svo eru svona menn sem tala meiri yfirvenn eins og Albert að það sé menn ættu kannski svolítið á anda með nefinu, sko, ég veit ekki, en svo líka hitt, sko, eins og menn hafa líka verið að benda á í sambandi við þú veist, virðingu fyrir alþjóðalögum, sko, að sko, eins og sem eru þetta ekkit, sko, endilega að tala hvað Íslendingar eigi allt undir virðingu fyrir alþjóðalögum sem að menn hafa náttúrulega aldrei farið út í útfærslu efnahagslögsögunar ef menn er alltaf að fylgja alþjóðalögum og svo deila hér á landi snerist mikið það, sko, hvort að menn ættu að semja eða fara í hart, sko, og endanum, sko, þá má kannski segja að það hafi komið Íslendingum til góða að fara bara í hart, sko, þvert á það sem voru alþjóðalög þess tíma, en náttúrulega menn kannski skynjuðu hver var kannski þungi straumur tímans og það getur líka kannski spurt, sko, hver er þá þungi straumur tímans núna, hvað var það ýmislegt sem er mögulega að breytast, sko, og við sjáum alltaf hvernig Kínverjar, sko, náttúrulega þeir hafa haft ítök í Venezuela að vera að kaupa þessu olíu og eins og þú nefndir að, þú veist, að vestuveldin hafa kannski sofið á verðinu gagnvart til dæmis áselni Kína með víða eins og í hvernig það var gert raunverulega, sko, flest hver Afríkuríki einhverju leyti að ráefnis nýlendum og þannig ég held að það sem kannski blasir við kannski Bandaríkjamenn eru kannski bara umfram allt kannski fara að gæta betur sinna hagsmuna og kannski hagsmuna, sko, Vesturlanda. Já, þeir náttúrulega eins og hefur verið að benda á þetta náttúrulega verið að endurvekja vissulega bara 100 ára gamla utanríkisstefnu Bandaríkjanna frá Roosevelt, var ekki Freddie Roosevelt sem hann setti þessa viðbót við þessa Monroe-kenningu sem var þá frá 1823 að þeir myndu bregðast við það sem þeir kalla slæmhegðun í sinni heimsálfu og það er svolítið áhugavert, sko, þegar maður hugsar Grænland, sko, að sko, nú er Grænland sérstaklega þegar maður horfir á korti, sko, sem er ekki svona þetta klassiska kort heldur að ofanfrá og þá sér maður auðvitað, sko, þessa legu Grænlands sem er svona miklu meira upp við Norður-Ameríku heldur en Evrópu augljóslega og svo þessar siglingarleiðir bæði milli Grænlands og Kanada og svo milli Bretlands og Íslands, að þetta svo snýst ekki einungis það, heldur snýst þetta líka þessa baráttu málma og sem eru náttúrulega alveg gríðarlegir á Grænlandi og svo eins og við verið bent á snýst þetta líka að að Norðurpóllinn er auðvitað mikilvægasta fjarskiptastöð í heimi vegna þess að þarna snýst jörðin ekki og þarna eru allar fjarskiptastöðir eins og Svalbarða og Grænlandi. Þannig að Grænland hefur einhvern veginn ekki verið neitt í umræðinu, þú veist, vissulega Truman og Eisenhower, þú veist, þeir gerðu tilraun til þess að kaupa Grænland á sínum tíma en svo bara einhvern veginn eru bara Danir með þetta og Trump er alltaf bara hendir eins og hann alltaf gerir, hann hendir handspringinu inn í herbryggið, allir bara hlaupa upp til hand og fóta og svo segir hann ef ekki sem eitthvað og maður upplegaði svolítið þannig með Grænland að þetta er bara eitthvað svona í þessum svona seinustu 20 árum þar sem við höfum verið í einhverju svona lofttæmi, þú veist, við höfum bara ignorað svolítið að það sé bara breytt heimsmynd og hún er að breytast hraðar en við kannski höfum vilja viðurkenna, ég meina, þú veist, upphaflega þegar Rússar ráðast inn í Krím 2014, þú veist, við bara allir humma þetta brassir og svo bara halda menn áfram að kaupa gas af Pútín og láta eins og ekkert hafi gerst, þú veist, þannig að við erum búin að vera í þessu lofttæmi að það sem að Kínverjar og Rússar og Íranir náttúrulega eru að svona breiða úr sér og hnikla vöðvana og þá allt í einu verður bara svona allt í einu ljóst, Grænland er svolítið mikilvægt, þú veist, þannig að ég er ekki að réttlæta það sem að Trump, hans aðferðafræði við að nálgast þetta, en það er kannski ekki óvið búið að menn vilji breyta minnstu kosti hvernig þar er haldið á málum. Hlaðvarpið er í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is.
Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæði fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Nei, og svo kannski við ljúkum sko, því að mér langar líka með að tala Grænland í þessu samhengi. Við ljúkum aðeins sko umræðinu sko viðbragð Íslands og svona hugar ástand Íslands svona í gegnum tíðina. Það var líka svolítið merkilegt að hugsa til þess sko og ég hef reyndar bent á þetta að það svolítið heppni að við séum þó með ríkisstjórn sem allavega að mestu leyti með kaldan haus gagnvart svona málefnum. Ég íhugaði til dæmis ef að við hefum verið með Pírata með utanríkisráðuneytið, hvers konar viðbragð hefði það verið. Mér finnst alltaf gleymast að svona í flestum tilfellum náttúrulega Þorgerður Katrín með kaldan haus, en aftur á móti þá gerðist það að þegar að við vorum til dæmis að bara fá 10% tolla á okkur, að þá voru þeir hækkaðir 50% þegar við fórum í einhverja samningaviðræður við Palestínu sem að ég veit ekki einu sinni til hvers voru nákvæmlega, alveg sama hvort að fólk styður Palestínu eða styður Ísrael í þeim efnum, að þá erum við svo einhvern veginn og það var þegar þetta var svona byrjaði svolítið þarna, vendipunktur í kjölfarið þegar að fólk þurfa alltaf að hugsa, heyrðu, já ég þarf að hugsa mín hagsmuni og þarna var náttúrulega Þorgerður Katrín ekki endilega því, alveg óháð því hvað fólki finnst Palestínu og þannig, en að vera þegar að svona þessi tollar voru settir á, að vera að fara út í einhverja svoleiðis bollaleggingar og fá þá í kjölfarið 50% hærri tolla sem náttúrulega gríðarlegt hagsmunamál. Það gerðist, það var ekki mikil umræða það, en þá voru við allt einu líka komin í þessar 15% sem að Evrópusambandið var komið í. Þannig að núna erum við allt einu svolítið, þrátt verið það einmitt, sem betur fer með Þorgerði Katrínu þannig sem að fer ekki bara í að senda bara, heyrðu, sendiherrann fer heim, við slítum stjórnmála, skilur, það var svo gott að við hefðum allavega einhvern með kaldan haus þannig. Já, en þetta var auðvitað algjörlega samt galið að bjóða hingað sko einhverjum utanríkisráðherra Hamas og einhvern veginn að Íslendingar séu yfirhöfuð einhvern veginn að blanda sér inn í þessar deilur, að því að þau voru bara að minnast á sko þorskastríð, að það sem að svona er búin að gleymast að það voru sko Bandaríkjamenn stóðu með þétt með Íslendingum og það var ekki síst sko gyðingalobbyið í Ameríku sem stóð með Íslendingum og þeir voru mjög margir sko voru umboðsmenn fyrir bæði sambandið og Coldwater og voru að selja fisk og ég meina þeir höfðu á sínu tíma komið í veg fyrir það að þeir settir sem sagt tollur og innfluttan á frystan þorsk frá Íslandi og þannig að sérst að þú veist svona eins og Ísraelsmenn sem hefur verið sko sem voru á sínu tíma einhverju mestu bandamenn Íslendinga sko sem Íslendinga var algjörlega snúið bakinu við og einhvern veginn svona og einhvern veginn farið alveg í hináttina að styðja við ykkur hendarverka samtök sko. Já, ég ætla nú að bæta við sko að þú setur nú rána nokkuð lágt sko ef að þú segir að við að vera heppin að við séum ekki með Pírata í utanríkisráðinu. Mér finnst nú að öðru leyti Þorgerður ekki á staðarins sérstaklega vel, hvorki sem er í hagsmunabaráttu gagnvart Evrópusambandinu eða hvernig hún hefur runni svo sem tjáð sig bæði í þessum málum sem tengjast Palestínu og svo kannski hefur hún náttúrulega bara við auðvitað náum bandað þau Bandaríkjamenn og ég hef nú ekki séð orðið var við að það hafi mikið samtal verið sett á við stjórnvöld á þessum 12 mánuðum, satt best að segja, stöðu Íslands. Við erum raunverulega fyrst og fremst að leita til Evrópusambandsins sem er ekki hernaðarbandalag og erum svolítið að kissa vöndin finnst mér hvernig þau hafa hagað sig gegn okkur. Þá langar mig að ræða Grænland og einmitt eins og þið voruð að nefna eða þú Agnar varst að nefna að náttúrulega maður ekkert eitthvað svakalega peppaður yfir því að Bandaríkjamenn séu bara að fara að taka þann yfir og eru tilbúinir til þess að beita hervaldi, en svo aftur á móti þá finnst mér allavega að við ætlum að hugsa bara en hvað er að besta sem við getum gert til þess að hámarka þau aðföng, litlu aðföngu sjálfsögðu sem hvorki her né mikið
vægi í alþjóðaumræðu, en hvernig tekst okkur þá að takast á við nýjan veruleika og berjast fyrir þá okkar hagsmunum varðar fullveldi og annað. En það var eitt sem mér þótti alltaf alveg merkilegt, því að ég á sínum tíma, sérstaklega þegar ég var að tala við Eld Ólafsson, þá byrjaði ég að stúdera svolítið Grænland og það er alltaf talað sko, út af því að núna hefur verið mikið af áhyggjum af einhverjum Rússum sem eru að slíta einhverja strengi í Norðurhafi við Finnland og annars staðar. Og svo þegar að Trump segir að það séu einhver skipastarfsemi eða kafbátar eða eitthvað þannig á við norðurhluta Grænlands, ég veit ekkert hvernig umhorfs þar, en það var allir bara, það er alveg fáránlegt, það bara meikar ekkert sens, það er bara heimskulegt og það er engir hagsmunir þannig í norðurinu. En ég aftur á móti þegar ég var að pæla í þessu, það var, mér minnir að það séu sink og aðrir svona germaníum og fleiri svona sjaldgæði málmar sem eru þannig á nyrsta hlutanum. Og náttúrulega það var þannig Angel Mine sem er þarna sem sagt norðarlega en samt við miðbygg austurhluta landsins, austurhluta eða vesturhluta, skiptist við Atlantshafi. Þannig að þetta er vesturhlutin, þannig að þetta er vinstra megin þegar þú ert að horfa í rauninu á landakort, þannig að norðarlega. En svo ef þú ferð lengra og horfir þannig á nyrsta hlutan sem eins og þú varst að benda á þegar þú horfir á ekki þetta barna landakort heldur landakort eins og hnötturinn snýst, að þá er það ekkert fáránlegt þegar þetta er sett í samhengi við það að það er verið að tala um það að skipaleiðir munu koma til með að opnast þannig á norðurhlutanum og annar staðar. Þannig að þegar við erum að horfa á þetta svona vítt og tala um bara svona blákalt hagsmunamál, þá er þetta ekkert fjarstæðukennt og mér finnst ég oft heyra í öllum umræðum. Óháð því hvort að maður sé sammála því að þetta er verið hluta Danmörku eða ekki sko. Ég sko náttúrulega þetta snýst svo sem ekki bara siglingaleiðir, þetta snýst líka um að þarna fara við þetta allir kjarnorkukafbátar í gegn, hvort sem er sko milli Kanada og Grænlands eða Grænlands og Bretlands og Íslands. Þannig að þeir hafa auðvitað áhyggjur af því og svo náttúrulega hafa þeir líka auðvitað bara áhyggjur af því að sko Kínverjar náttúrulega hafa verið að reyna að fjárfesta á Grænlandi og koma sér til áhrifa þar líka. Þannig að þetta er auðvitað bara svona geopolítísk valdatafla eða refskák í bara gjörbreyttum heimi og ég held að þegar þeir sóttu Maduro í byrjun árs, það held ég að það svona endanlega svipti kannski hulun að því hvernig leikurinn er. Menn hefðu kannski ekki mikið pælt í þessu, þetta samband á milli þessara, eins og Ferguson kallaði axis of ill will, þessi ríki sem að sýna almennan svona illan vilja til Vesturlanda sem þá Rússland, Íran, Norður-Kórea og Venezuela og svona Kúba sem fylgitungl og það sem að þetta hefur náttúrulega sett í gang er náttúrulega að menn eru bara vissur að Kúba gæti fallið líka stjórnum þar, eins og nú er búið að aftengja þau þetta frá olíunum frá Venezuela sem hefur haldið þeim á floti og svo eru menn auðvitað líka farin að tala um að þessi mann kallaða bleika byltingin sem hefur verið í Suður-Ameríku senastu áratuginn, ég meina í Perú og Chile og Kólumbíu og fleiri löndum eru búin að vera mjög vinstri sinnar stjórnir sem eru mjög svona hafa horn í síðu Bandaríkjanna og mótið frá Bandaríkjunum og það er svona kannski, það sé líka svolítið strategían að það er verið að reyna svona nota Argentínu og þeirra success story og íta við Venezuela til þess að knýja svona fram stjórnmálalegar breytingar líka. Þannig að þetta er svona leið auðvitað sparka stól undan Írunum og Rússum sem hafa verið að reyna að koma sér fyrir þarna líka og við sjáum þetta með þessi 5 olíuskip sem Bandaríkjamennir eru búin að taka og Bretar eru að tala um að þeir ætli að fara að taka skipi í Ermarsundinu. Þetta er að veikja Pútín alveg gríðarlega mikið, þannig að það virðist svona eins og Kína stendur allt í einu bara svolítið eitt á sviðinu, þess að allir hinni bandamennir eru að veikjast mikið og hvað er svo búið að gerast í Miðausturlöndum, það sem er auðvitað búið að skera alla hreifana af Íran, þannig að breytingin á 12 mánuðum er svo ótrúlega víðtæk, þannig að það liggur þegar maður bara að fara að pæla í Grænlandi, það er bara svona eitthvað side story sko, að vissuleiti með allt hitt sko. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn,
þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánaklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Já, ég veit ekki alveg mér finnst þetta mjög athyglisvert vegna þess að því að menn að segja já, það séu varnarhagsmunir og líka náttúrulega einhver námuvinnsla en náttúrulega samkvæmt þessum varnarsamningi sem þeir hafa við Dani þá man ekki hvort það séu 12 herstöðvar sem hægt að setja upp, ég man ekki, þar hafa verið fleiri þarna það er náttúrulega bara ein eftir á Túli, þeir voru með og reyndar alveg ótrúlega saga það er nú meira að segja þarna fræg sem þeir voru með undir jökli sem fór svo á stað sem átti að vera með kjarnótt en það sem ég finnst svolítið merkilegt mér finnst líka vanta þessi umræðuna bara framtíð Grænlands almennt ég nefnilega þvældist þarna í hálfa mánuð síðasta sumar og fór svolítið víðum bara, mér langaði að sjá þetta svolítið með eigin augum hvernig þetta samfélag og það svolítið sem aldrei talað í umræðinu það bara margt mjög frumstætt á Grænlandi og það bara því miður ekkert ofsalega burðugt samfélag að mörgu leyti og svona það hefur gengið illa með allskins uppbyggingu þar og það auðvitað engin hemja að 54.000 manns sem búa að þessum auðlendum geti ekki rekið sig það sé ekki svo Danir greiða yfir helming af ríki á útgjöldum landstjórnarinnar. $1 milljarð á ári. Já, nú reyndar Pallesen sem alltaf á Twitter, það einhver Dani, ég veit ég búin að gleyma hvort það sé einhverju stjórnmálaflokki eitthvað alltaf að tjá sem greiðlega hægrimaður og hann krítisera mikið Mette Frederiksen fyrir fyrsta lagi að hún hafi rauninni stuðað Trump svo mikið árið 2019 þegar hún sagði þegar hann þá kom hann vaktan svona máls á þessu kannski með mun svona hóstiltar og kurteisari hætti heldur en núna en hún svona sagði hann svolítið bara hypja sig og það hefur svona en hann vildi meina að rauninni verða algjör borðleggjandi fyrir Dani að bara selja Bandaríkjamönnum bara Grænland bara fyrir, ég man ekki hvort það nefndir reyndar $500 milljarðar og þannig að Danir gæti rauninni verið skattfrjálsir í einhvern tíma en eins og segi þetta svolítið 50 manna samfélag situr á geopolítískt og auðlindarlega einu mikilvægasta landsvæði í heimi akkurat núna og svo ertu með Dani sem að hafa svona verið að reka þetta með í rassvásunum þetta eitthvað ójafnvægi í þeirri stöðu líka og svo með Kínverja og Rússa að skríða að reyna að kaupa sér til áhrif þannig að enda sýnist maður pendullin vera kannski að færast í það að þá átt að kannski verður þá NATO farið meira hlutverk á Grænlandi menn vilja gera allt til þess að koma appelsínugula mönnunum aðeins frá svona af brautinu sem hann akkurat núna. Já, ég veit ekki, að því með tala mjög mikið heima og náttúrulega í Skandinavíu mikið að grænlendingar sjálfur að eiga að verða fullvalda ríki en það sé ég bara ekkert að sé neitt raunhæft á næstunni það bara svo mikið sem vantar upp á. Ég veit ekki hvort menn vitið almennt að það ekkert land í einkaeign á Grænlandi. Landstjórnin á allt land til dæmis þannig að þetta hlýtur að standa alltaf með fjárfestingum mjög mikið fyrir þrifum ef menn hafa engin ekkert til að leggja veði. Ég meina landstjórnin á stærstu atvinnuvegin, hún á útgerðina og hún á flutningafyrirtækin þetta eiginlega sósíalískt ríki og það er mjög margt skrítið á Grænlandi sem að svona menn hafi bara ekkert stigið nauðsynleg skref í nútímavæðingu og þeir hafa sjálfur staðið mjög mikið á móti námuvinnslu af umhverfissjónarmiðum og þannig að og virkjunum líka þannig að svona en í sjálfu sér kannski þyrft eins og þú nú minnast á eld mér skilst að séu bara einhverja 2 námur opnar á Grænlandi Já, ég man ekki töluna en hann náttúrulega hefur hug á því
að opna meira ef ég að muna þetta rétt. Nei, ég nú bara að tala almennt, það mjög lítil allan okkur námuvinnsla á Grænlandi. Já, sko ég með kort fyrir fram að mig og þannig sko verið að fara, þetta í rauninni ekki virkar námur en aftur á móti þetta svona, og þið getið séð þetta deplanir sem að þið sjáu sem sem sagt búið að greina þar hvar líklegt að finna ákveðna málma, þessi rauðu ég setja líka upp fyrir þá sem að horfa. Og þessi rauðu dílar í norðurinu, og þetta það sem ég var að tala áðan, það að það væri einhverja siglingar þarna kring og að það sé bara algjörlega fáránlegt einhvern veginn að vera einu sinni að minnast á slíkt. Já. Mér þætti það út af því að þetta náttúrulega sko, Rússlandi ekkert svo fjarri þegar norður, ég veit ekkert hvernig siglingaleiðir þannig gegn, en þú segir það hefur verið talað að það sé að fara að opnast og það muni koma til með að breyta svona þessu geopólitíska samhengi, en hins vegar finnst mér myndi finna skrítið að það væri ekki einhver að allavega hafa hugað því að vera þannig að sigla og skoða í kring og pæla í því hvað þannig að gerast. Þannig að þegar einhver fór, ég man að þegar Trump segir það að sé einhver umferð þannig, þá var það bara, kannski það fáránlegt út af því að siglingaleiðinar eru bara ekki í boði, en ég þori ekki að fullyrða það, en þegar þetta var bara einhvern veginn sleið út af borðinu sem bara algjörlega fjarstæðukennt og enga sannanir fyrir þessu, þá var ég það þætti mér alveg ótrúlegt ef að svo Þú sér þetta náttúrulega á kortinu sem við vorum að tala á þannig að þú sér bara Múrmansk og allar flótastöðunar hjá Rússum eru bara hægra megin og þú sér náttúrulega ekki út frá hernaðarlegu sjónarmiði náttúrulega bara fyrst að spá í kafbátum og þú sér ekkit hvar þeir eru á hverjum tíma, en þeir verða að fara þarna í gegn til þess að ef þeir alltaf skjóta sínum flögum til dæmis á Bandaríkin, þá þetta siglingaleiðin og það það sem að menn hafa verið sagt að sé geopólitíska mikilvægi Grænlands og svo fyrir utan auðvitað eins og möttullin náttúrulega hann snýst ekki á norðurskautinu, þannig að þarna eru allir gerfisendurnir síðan fyrir ofan að senda niður upplýsingarna sem fara á Svalbarða í dag og líka á einu stöðu á Grænlandi og þannig að þetta svona þetta það sem kannski þar sem þú sérði ekki af þessu leyti. Akkurat. Ég heiti þannig 5 dögum í Nuuk sem líklega sá bær sem svona, hvað ég var að segja, líkastur okkar sem svona, þú notar orðið frumstæður, það eru náttúrulega töluvert aðri staðir sem eru kannski frumstæðari heldur en Nuuk, en maður fann alveg að það var áþreifanlega öðruvísi stemning á Grænlandi heldur en kannski víðast hvar annars staðar sem að við kjósum að kíkja í frí. Ég var þarna með lið í boxi þar sem við vorum að fara að keppa mjög stóru boxkvöldi með við starflandsins, en það eins og þú segir, maður svo erfitt að meta nákvæmlega því að þannig að fyrir til dæmis fréttamenn RÚV fara til Nuuk, taka þar húsa einhverjum mönnum og eru með þar einhverjar svona, það bara Danir ætla að segja nei, Grænlendingar ætla að segja nei, en mér hefur alltaf fundist og kannski það barnaleg tilhugsun að pæla í því eins og þú segir að þeir hefur verið sjálfstæðir. Mér finnst það samt, en svo aftur á móti þá einhvern veginn, og þetta svolítið sérstakt við umræðan á Íslandi, að rosalega margir Íslendingar sem að segja mér finnst að þetta ætti að vera, en þá komum við að aðföngum og bara geopólitísk staða Íslands að við erum kannski ekkert í þeirri stöðu að geta talað það sem að okkur ætti að finnast og hvað það myndi koma til með að hafa áhrif á stöðuna. Út af því að hann, eins og Neil Ferguson hefur verið að fjalla að Trump bara 19. aldar stjórnmálamaður svolítið, og þá það bara önnur staða fyrir Ísland í því samhengi sem við erum. Og þess vegna finnst mér, eins og við vorum talað Þorgerði Katrín áðan, ég vil eiginlega ekkert heyra hvað henni finnst það að palestínska þjóðin eigi að fá og ekki fá. Það því að umræður Palestínu eru bara afþreying á Íslandi. Það því við höfum engin áhrif á það hvað gerist. Ég hef sagt það ef allir Íslendingar eru bara harðir Ísraelsmenn í fyrramáli, það myndi ekki hafa nein áhrif á það sem gerist í Miðausturlöndum. Ef allir væru harðir Palestínumenn, það myndi ekki hafa nein áhrif hvað gerist í Miðausturlöndum. Þannig að mér finnst að þungin ætti einungis að vera í því hvað best fyrir okkur akkurat í dag. Já. Nei, ég meina umræðum eins og nefndir þarna, umræða á Íslandi utanríkismál virðist nú oft bara vera hálfgerð trúarbrögð líka vegna þess að
sjá það alltaf bara best í viðbröðum við atburðunum í Íran og við getum orðað eiginlega bara hörmungar atburðum sem gerast fyrir utan Palestínu, þeir verðist ekki vekja neina umræðu eða samhýð ef það nær út fyrir þennan litla blett. Við sáum nú líka bara það kom ályktum frá Alþýðusambandinu út af ástandinu í Venezuela. Sko, ég hef nú bara ekki heyrt frá Alþýðusambandinu í einhverja mánuði, þá loks þetta náttúrulega alveg með hennum ólíkindum, og líka skilur þú veist, og þá náttúrulega af einhverjum gamli kommar greinilega sem rennur þetta eitthvað til rifja, það sé vera að steypa einhverjum komma af stóli, Það er svo skrítið að, þú veist, að þetta liggur svo í augum uppi að, þú veist, það búa 30 milljónir manna í Venezuela, það búa 90 milljónir manna í Íran, þú veist, við haldið áfram Kóreu, Kúba, það er bara fólk sem er bara í 50 ár pluss bara búin að missa af eðlilegu lífi, eðlilegum lífsgæðum, eðlilegum tækifærum til þess að eiga farsælt líf, og þetta er bara allt einhvern veginn svona hjá vinstrimönnum einhvern veginn bara sópað undir teppið og menn hafa náttúrulega verið að skrifa það núna svolítið að þessi íransku mótmæli og við getum kalla bara hann þöggun eins og fjölmiðla eins og BBC og fleiri miðla sem bara fá sig ekki til þess að tala þetta og allir þessir aktivistar eða leikarar eða hvaða lið sem þetta sem hleypur upp á afturlappirnar yfir öllu sem gerist í Palestínu, að það náttúrulega segir ekki orð, að það þetta vegna þess að vinstrimenn og íslamistar eru náttúrulega búin að vera í sama rúmi þarna óbeint frá því að íranska byltingin hófst. Og það þetta og það að Íranir séu raunilega að brenna moskur og rauninni að opinbera það, þú veist, að þeir eru á móti þessum íslamisma, þú veist, þeir eru á mótmæla honum og það einhvern veginn býr bara til eitthvað svona system error í huga vinstrimanna sem þeir geta bara einhvern veginn ekki ef þetta ekki ímyndu nýlenduveldi að brjóta af sér einhvern veginn á móti einhverju fórnarlömbum, þú veist, þá bara verður bara svona malfunction. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast er við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Ég var svolítið áhugavert, ég var á Grænlandi, hitti unga konu sem var í 2 ára heimsreisu og hafði selt fyrirtæki sem hún átti og var að þvælast hún var að koma frá Íran og búin að vera þar, ég hef örugglega á annan mánuð að þvælast Íran og það var svolítið gaman og hún sagði hún var svona, hún sagði hún var að lýsaði hvað stjórnvöld eru hötuð og líka náttúrulega bara hvernig lifnaðarhættir fólks eru inn á heimilum af því að, þú veist, að því að konur eru látnar svona þvingað til að hylja líkamann og svo sagði svo var hún ítrekka í partíum og þá svifta með sig og þá voru þær bara í bikini innanundi og það var mikið djam mikið heimabrugg og svakaleg fíkniefnaneysla og inn á heimilum og svona, og það var alveg svakalegt hatur á stjórnvöldum þannig að það kemur ekkert á óvart í sjálfu sér þú veist að það sem virðist vera þú veist að þegar menn eigi eitthvað að vona að fólk fara út á götu Já, það er alltaf spurning ég sá í grein sem Sebag Montefiore var að skrifa svona sögubyltingarinnar og þess að mitt rætur hennar í svona evróskum vinstri intellektualisma frá 8. áratugnum að þar nefnda til dæmis þetta var ríkjandi stjórnvöld og þessi íhaldssami hluti Írana sem að rauninni þá
núverandi ástand byggir á svona kringu 20% af þjóðinni, þannig að það eins og í Sýrlandi voru kannski 10% af þjóðinni, þannig að það þarf, svo lengi sem að þessi öryggisapparatus vel skipulaður til þess að berja niður uppreisn almennings, þá náttúrulega alveg sorglega lítill hluti sem af viðkomandi ríki sem að þarf þá kannski, sem getur þá viðhaldið því. Það líka eitt í þessu, svo ég setja líka svolítið svona stórt samhengi. Ég var hérna í morgun að taka upp þátt þar sem ég var að fjalla það að Inga Sæland ætlar að fara að leggja í það að fara í Kveikjum neistan, og ég var að hrósa henni hástert fyrir það, út af því að mér hefur þótt að mjög einkennilegt hvað það hefur verið hægt í rauninni að berja niður alla umræðu raunverulegan árangurinn skólakerfisins. Og þannig ertu með Hermund Sigmundsson sem hefur allstar það sem hann hefur fengið að skipta sér að málum. Þar hefur hann að árangri, sérstaklega hjá útlendingum og jafnvel þeirra sem eiga erfiðara með lestur eða annað. Hann er að árangri hjá öllum þessum hópum. Samt sem áður hefur verið alltaf hægt að einhvern veginn svona berja þetta niður, og fólk sem að sýnir fram á verri og verri árangur hefur einhvern veginn náð að sanka sér jafnvel meiri og meiri völdum. Og það sem mér hefur fundist, og það ástæðan fyrir ég að nefna þetta í þessu samhengi, að núna þegar við erum til dæmis með fólk sem að hefur einhvern veginn bara sýnt fram á það hefur rangt fyrir sér sama hvort að við séum að tala allar þessar réttrúnaðabylgjur sem að gengur alltaf langt og allt þetta stjórnlendist rugl, að mér hefur alltaf þótt það svo afhjúpandi þegar við erum til dæmis að tala Íran, að fólk sem að tala það að hérna búi konur í einhverju svona algeri svona simulakra einhverju svona samfélags tilraun einhverju það að feðraveldið sé í rauninni að draga þig alltaf niður á botnin án þess að þú vitir það raunverulega og alltaf að sannfarið eitthvað. Svo talar það hvað finnst þér búrkuna í Afganistan, eða hvað finnst þér slæðurnar í Íran. Nei, það er valkostur kvenna Og við einhvern veginn, það sem mér finnst sérstakt í þessu, í báðum þessum dæmum, saman hvort við séum að tala Íran og feminisma, eða hvort við séum að tala allar þessar réttrúnaðabylgjur, Me Too eða Black Lives Matter eða eitthvað af þessu dóti, það hefur sífellt sýnt fram á það að þetta var ekki rétt. Það sem mér finnst sérstakt í þessu, hvenær stimplar fólk sig út úr umræðinni, eða stimplar sig allavega nægilega illa að sér í öllu sem að það hefur tekið sér fyrir hendur til þess að hafa ekki vægjað umræðinni. Þú veist, af hverju til dæmis Magga Stína fyrir einhverja selfie-flotilla hérna á leiðinni til Gaza, var náttúrulega óskaði ekki neins meira heldur en að komast ekki til Gaza, heldur að nákvæmlega þetta færi það ferla sem í þá ferla sem þetta fór. Og svo kemur hann heim og segir þegar Þorgerður Katrín segir að þetta mun ekki koma til með að hafa áhrif á stjórnmálasamband Íslands við Ísrael, og sem hvaða leikrit þetta? En ég segi, nákvæmlega, hvaða leikrit það að fólk sem hefur stanslaust rangt fyrir sér tekst alltaf að koma sér aftur sem einhver svona málsmetandi aðili inn í einhverju umræðu, en alltaf að gera grína sjálfum sér og öðrum sem að hlusta. Já, ég meina við erum bara polarisering bara í upplýsingum líka bara svo rosalega. Við held að við lifum bara vissuleiti það fólk sem þú ert að kannski nefna og við sem sitjum með þetta borg. Ég held að við erum ekki eins og nálægt í að bergja af sama brunni upplýsinga, ef ég mætti orða það þannig. Ég meina við erum kannski upplýsingar sem ég fæ á Twitter, þetta örugglega ekki, ég er ekki viss að reyndar þeir flesti virðast farnir á Blue Sky þarna vinstri, en maður bara sér þetta bara fólk veit ekki hvað hinn er að tala. Það bara, ég held að sé svolítið þannig og við erum þess vegna kannski því leytinu til, finnst mér svona, ég held ég að sé aðal, við sjáum þetta bara eins og í Bandaríkjunum í stjórnmálaumræðinu þar, til dæmis umræðinu það sem gerast í Minnesota og allegedly að gerast í Minnesota, við getum orðað þannig, hugsanlega stærsta bótasvindl í sögu Bandaríkjunna og kannski víðar, en og ég þá ekki að segja með 100% að það sé hafi átt sér stað, þóttum við finnst allt benda til þess, en svo ertu með kannski helming þjóðarinnar sem bara þetta bara átti sér ekkert stað, þetta bara stórt samsæri hjá Trump og til þess að koma innflytjendum úr landi og svo framvegis, þannig að ég held bara gjáin er svo mikil að það sem þú ert að kalla eftir að fólk sem hefur búin að hafa rangt fyrir sér lengi verði
svift einhvern veginn Helgi bara fáið minna vægi. Já, minna vægi, já. Ég held að við séum ennþá bara í það stórri gjá á milli og önnur hliðin bara að prósessera upplýsingar og ákvörðum upplýsinga reservoir og við sem höfum aðra skoðun, við erum að taka bara upplýsingar allt öðrum reservoir. Já, ég held að það sé ekki rétt hjá þér, út af því að, þegar ég man ekki í hvaða reytið þetta en þetta þegar að Václav Havel með svona hugleiðingar sem sagt, hvernig í rauninni vald hinna valdalausu eða power of the powerless, hvernig það eldist inn í umræðin og hann var með svona hugleiðingar það hvað svona samfélagslega þetta plagg væri og hann nefnir það, ég man ekki hvað það var en hann segir sem sagt einhvern veginn frá því að sem hefði kannski komið mest á óvart var einmitt að hann hefði haldið að þetta væri einmitt bara svona helmingurinn með stjórnvöldum helmingur en í rauninu það voru þetta bara einhverjir fáir einstaklingar sem voru alltaf að berja þau, voru náttúrulega með rosalegt tangarhald á allri umræðu og allri fjölmiðlun, pössuðu alltaf rosalega upp á það að allir væru ekki að stíka út af vananum og væru rosalega að passa samir á það að vera alltaf með retórikin á hreinu en svo var það bara massin sem var náttúrulega allir sammála það, þetta væri algjörn dæma En dæmi sem þú tókst var ágætt var Ingu Sæland það sem hún var að kynna núna að ef ég náði þessu rétt að hún vilji bara innlega samrænt próf í lók grunnskóla og niðurstöðnar eiga að vera sagt, bara sundugreinanlegar eftir skólum við bara sjá bara árangur skóla Já, til viðbóta við fengið næstan þetta náttúrulega ef þú spyrðir almenning þá alveg vissum að mjög mikill meirhluti almennings myndi vilja akkurat þetta en það þarf kannski líka svolítið bara sérstaka stjórnmálamenn sem eru þá til í að taka þennan slag við kerfið sjálft sem vill ekki gera þetta því að það hafa hreiðræðum sig öll sem eru ég ætla sagt áður sem það eru við erum sumuleiti gíslingu öfgaafla hvað varðar menntakerfið allavega sumuleitir til og þá þarf kannski bara einhvern stjórnmálamann sem kemur okkur allt annari átt sem hefur þó kannski kjark til að takast á við það og ég ætla að vona að það takist hjá henni Það nefnilega pólitísk eftirspurn líklega svona áhugaverðasta mál sem ekki mikið fjallað út af því að það sem við þurfum alltaf að gera okkur einn fyrir jú, það alveg hægt að segja það Hitler var kosin inn, Hugo Chávez var kosin inn og Trump kosin inn en, já, hvað segir Nei, ekki alltaf Nei, en punkturinn bara þú veist, við hugum rosalega lítið af því af hverju hlutinir eins og þeir eru svolítið svona eins og ég hef sagt einhvern tíma frá því að þegar ég var sett í Bandaríkjunum þegar Donald Trump var kosin inn og það Rittenhouse Square í Philadelphia sem samkomustaður mótmælenda í mjög mörgum tilvikum og það hótel sem ég var á sem heitir Sonesta sem bara alveg við þetta og ég var þannig úti í einhverju teiti og þegar ég var farin að gera mig grein fyrir því að Donald Trump myndi koma til mig að sigra þá hugsaði ég bara, ég þarf bara að fara að koma mér heim út af því að það verða, þú veist, einhver reiði og ég fór hann tilbaka og ég sá bara það var ekki hræða, það var bara eins og það væri ekki eins og kosningar í gangi og þá gerði ég mig grein fyrir að fólk væri bara komið með væri orðið bara bara leitt á þessum dellu stjórnmála sem hafa verið í gangi og við erum alltaf búin að vera bara með byltingu eftir byltingu og allir alltaf brjálaðir yfir öllu svo var þessi samkomustæður sem ætti alltaf jafna, það var eitthvað aðeins daginn eftir en það voru kannski 20 manns komin og rosa pyrrið yfir niðurstöðum kosningarna en núna erum við einhvern veginn bara búin það veruleika að pólitísk eftirspurn hefur bara tekið rosalegum stakkaskiptum. Sjáum við bara líka þegar að Kristrún Frosta heldur bæði Viðreisn og Flokki fólksins við efni með því að segja bara við getum alltaf að fara í sleik við miðflokkinn Þannig að hún ekkert að vera að tapa fylgi á því. Hugsið ykkur ef hún hefði gert það fyrir 4-5 árum. Það hefði allt farið í háa loft. En fólk bara komið með leið á þessum stanslausu upphlaupum sem ekkert endilega gott út af því að þá erum við kannski ekki vel í stakk búin til að takast á þegar einhverja raunverulega aðstæður koma upp Ég fyrir lítið við það líka heldur bara engin hefð fyrir því hér á landi að menn svona útiloki hverjir aðra með þessum eins og hefur verið talað síðust ár eins og þessi tilhneiging til þess að reyna að útiloka sjálfstæðisflokkin menn hafa bara farið í mynda meirihluta bæði í sveitarstjórnum og í ríkisstjórnum alveg þvers og kruss Já, en eins og þú nefndir líka þá ég sé nú ekki sammála Kristrúnu Frostu þetta í mjög mörgum hlutum þá er hún mjög sterkur leiðtogi og það nákvæmlega það sem hún líka að gera hún
hún eins og aðrir sterkir leiðtogar, hún bara samina fólki undir þessum hatti, þannig að hún getur sagt einhverju svona hluti sem að hefðu eins og segir, ekki fyrir 4 árum hefðu bara splundrað kannski flokknum, en nú bara fólk sér bara, þetta er skipið, hér er kaftiðinn og annarkost ertu á bátnum eða ekki. Og það líka ítir svolítið undir þessa kenningu mína að mér finnst það að bara hlutirnir eru það breyttir að það er einhvern veginn erfitt að meðtaka það, þú veist, að þessi réttrúnaður sem hefur verið í gangi, menna þetta er bara horfið, það er engin að Jú, það er bara þeim text reyndar að koma okkur út úr Eurovision sem var hérna með Páli Óskari og öðrum sko, þar sem að fólk að fyrir utan RÚV með einhverja fána hérna algjör leikþáttur náttúrulega. En þannig að þú veist, það eru auðvitað, þú veist, jú, RÚV gefur eftir og svona þessir fyrirsjáanlega aðilar, en hins vegar þá held ég sko að þetta við erum í smá þessu svona sem ég var að líka við hérna sögu Václav Havel, ég held bara að massin er bara, heyrðu, nei, nú nenni ég þessu rugleiki. Það eru sko stækustu vinstrimenn sem eru vinir minni sem eru núna bara, já nei, ég bara nenni þessu rugleiki lengur sko. Voru ég bara að taka þátt fyrir bara örskömmum síðan? Já, skýrastu merki voru þetta bara niðurstu síðustu alþingiskosninga sko. Það sem var náttúrulega þeir sem voru svona út á jaðrinum var bara hafnað sko. Já, en svo finnst mér líka áhugavert í þessu samhengi sko að við upplifum, miklu meira að gerast í heiminu núna en venjulega, líklega, en við auðvitað upplifum það alltaf í núinu svo miklu sterkar, og við upplifum það líka í gegnum þetta miklu aðgengi að upplýsingum og við sjáum miklu meira svona, þetta er ekki eins og áður fyrir þegar maður skattlappaðist fram og náði mokkan og las þegar voru actually erlenda fréttir á forsíðu mokkans og sá hvað var að gerast og eitthvað svona, þannig að við skynjum auðvitað að það sé miklu meiri umrót og hérna en kannski raunverulega og ég held að reyndar og Trump sé svolítið svona sko, ég held að Ferguson hafi mitt sagt að sko þegar menn voru einhverju fárunu seinasta vor, það voru áður en hann setti á tollana, bara benda mönnum á að sko, sagan auðvitað ekki saman í rauntíma, þú veist, það er náttúrulega 95% sem gerist frá degi dags bara suð og þú veist, hver það er enginn að tala skapsveiflur Roosevelt eða stóru leiðtogana hérna fyrir 100 árum eða 50 árum, hvernig þeir komu fram við annað fólk, það er bara það sem skiptir máli hvað afleiðingur það höfðu og ég held að eitt með Trump sem að verið auðvitað framkalla óbúslega mikla skoðanir fólks, bara þetta er hræðilegt, þetta er flott, skilur, en svo eins og við höfum séð á þessum stutta tíma að það gerist bara síðan bara eitthvað allt annað, þú veist, tollarnir, þú veist, heimurinn átt að fara á hliðina, verðbólga átt að skjótast upp, svo hvernig staðan í árslok, verðbólgan hefur ekki farið upp, hagvöxtur í Bandaríkjunum að sko, hann er að fara svo langt fram úr væntingum að það er eiginlega hálf surrealist, en það veitir rauninni engin nákvæmlega af hverju. Þetta er bara gerast og ákvarðanir sem eru teknar sem við erum að kannski að hrópa yfir okkur frá degi til dags, þær skila svo síðan okkur í einhverju niðurstöðu þar sem að var bara mjög erfitt að útskýra af hverju þetta var niðurstöðan. Þess vegna held ég að sé eiginlega betra stundum að bara svona aðeins að setja svona sterkan dempara á allt upplýsingaflæði. Það er líka svo mikið talað eins og bara hérna, ég var í messu á gamlárskvöld og presturinn var að tala að hvað verið viðsjárverði tímar í heiminum og ég veltaði henni fyrir mig bara svona í ljósi ímis sem er að gerast bara síðustu misseri ekki bara margt friðvænlegra en áður sko, ég meina þú veist, maður velti fyrir eins og nú eins og Maduro farin, ég meina það var búið að þú veist, það var samið frið hérna á Gazasvæðinu og Indland og Pakistan Thailand og Kambodía og Azerbaijan og Armenia og svona, ég nefnilega ekki viss að það sé endilega að stefna inn í einhver meiri átök, ég er ekki viss en það er ekki leið að segja til það núna. Nei, og svo er þessi tugga sem að allir keppast við að framreiða og sérstaklega og í lærðum greinum sem eru skrifaðar í Foreign Affairs að sko það er alltaf þetta authority sem gerræðisstjórnir séu uppgangi, byrju Íran, Rússland, Norður-Kórea, Kína, Venezuela, Kúba, allar þessar helstu einræðisstjórnir voru þær var eitthvað breyting á árinu sem ég misti af, þú veist, þetta ekki bara allt búið að vera svona nema það séu kannski aðeins á fallanda fæti eða eitthvað, ég skil ekki stundum alveg. Nei, ég reyndar sko að það er eitt kannski þessu
þessari hugmynd til stuðnings að nú hef ég fylgst með bandarísku stjórnmálum vel í svolítinn tíma, mjög vel sérstaklega á fyrra kjörtímabili Trumps og það sem að mér þótti og ég svona einhvern veginn gerði mér grein fyrir því fyrir ekki svo löngu að ég þekkti ákveðina svona atkvæðismikla öldungadeilda þingmenn, ég þekkti ýmsa jafnvel fulltrúa eða þingfulltrúa og jafnvel fylkisstjóra og fleira. Ég þekki ekkert af þessu lengur. Það er bara Trump, ríkisstjórnin. Maður veit hver Ilhan Omar út af því að og Tim Walz út af því að þau voru náttúrulega í þessum brandara sem að virðist vera að hafa átt sér stað í Minnesota. Ég reyndar að sjá fréttaflutning þetta hér á landi þar sem að verið að tala þetta eins og að það séu engar sannanir fyrir því að einhvers konar svik hafi átt sér stað innan velferðarkerfis Sómala þar í landi eða í því fylki og ég bara það er augljóslega eitthvað í gangi þarna en tala alltaf þetta eins og Trump sé að koma rosalega illa fram við Minnesota og Ilhan Omar og Tim Walz út af því að hann einhvern veginn að gera einhverja ráðstafinu til þess að beina kastljósinu á þetta þannig að auðvitað einhvern veginn sko þegar maður að skoða eins og þú ert að tala Foreign Affairs þegar maður að skoða eða lesa Bloomberg og þá fær maður auðvitað upplýsingarna á ákveðinn máta en þá svolítið eins og þú varst að tala þá hefur maður alveg skilning á því að fólki þykir þetta bara eins og allt sé að fara til fjandans svolítið út af því að við fáum svolítið samhengislaust oft sagt frá því. Já, ég meina eins og segi bara eins og háskólaprófessor í Bandaríkjunum eru 97% skráður í demokrataflokkin og örugglega svipur síða hjá mainstream-miðlum. Þannig að augljóslega fáum við fréttaflutning sem svona smá slagsíður, ef við getum orðað þannig. En þú veist, þetta auðvitað, menn hafa auðvitað bent á það líka, þú veist hvernig forsetinn náttúrulega núna og þetta byrjaði auðvitað með Obama að fara að nota þessar executive tilskipanir sem rauninni samt, Roosevelt náttúrulega gerði það líka í kringu New Deal, en það var auðvitað í öðrum tilgangi, en menn hafa bent á auðvitað þingið bara veikt í Bandaríkjunum, þú veist, þeir eru bara ekki að standa, þú veist, þeir ættu vera að taka miklu meira ábyrgð, en svo það líka þannig að það er alltaf, ég las það daginn að ég held að sem hátt í 500 dómsmál sem hafa síðan verið höfðuð út af tilskipunum Trumps og allar þessar tilskipunum sem eru kærðar, þú veist, þær fá meðferð fyrir dómstólum og þeir tapa sum og vinna aðrar þannig og svo koma midterms næsta haust og hann lame duck president og þú veist, ég held að tek undir þær spár sem hafa verið setta fram að Trump fárið muni hníga þegar líður hún þetta ár, þetta sem að runni völd hans byrja að minnka. Þess vegna hún kannski svona mikið í munum að reyna að koma svona hlutunum, hvað við segja, hratt í verk vegna þess að hann mjög meðvitaður að miðju næsta ári gætur hreinlega sólin farið að hníga hjá honum. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Það líka svolítið merkilegt að hugsa til þess sko að núna náttúrulega hefur hann verið með mikið vald, svo ekki sem meira sagt. Bæði sko praktískt séð en líka óskorað, ég menna hann tók og ég reyndar nefndi það nú Hermann eitthvað eftir ég hafi verið í viku í Boston og svo stuttan tíma í Pennsylvaníu og sagði ég lofaði þér hann að fara að taka öll sveifluríkin sem að hann svo gerði og það þótti ekki líklegt þá en það var bara miðað við stemninguna, miðað við efnahagslegar bara svona
hvað var að segja, ekki niðurbrot en það var töluvert meira, ég hef rætt um hérna að það voru svona ákveðni klasar eins og Harvard Square og annar staðar þar sem að ef það var einhver búð eða eitthvað sem hætti rekstri að það var strax komið inn í reksturinn bara í næstu viku þegar það var svo eftirsótt en þarna var allir eins og við Harvard Square voru bara mörg rými sem voru ekki í rekstri og þá gerði maður þessi grein fyrir því að þetta hefur rosalega áhrif á fólk og ef þetta var svona í Harvard Square get ég ekki ímyndað með hvernig þetta annars staðar. En ég bara fyrir ekki sér alltaf að taka orðið sko, en varandi einmitt þetta að sko, það einmitt með shiftið, sko, hann hefur einbeitt sér svo, held ég mun meira að utanríkismálum en hann ætlaði sér. Þú veist, þau hafa tekið miklu meiri tíma og orku og þess vegna eru menn gæti líka næsta ár verið áhugavert að hann þarf í rauninni sko results and fast sko í innlenda hagkerfinu vegna þess að þótt að mikil hagvöxtur og hlutabréfamarkaðirnir að hækka og þá bara hafa lífskjörin hafa þurfin ekkert mikið batnað bara ef verðbólgan á seinustu kjörtímabili var það bara það há og herti þá rosalega að lífskjörnum í Bandaríkjunum að hann þarf virkilega að henda inn eða tósa einhverja kanínur upp úr hattinum næsta ár og þess vegna maður svona alls konar tillögur sem að vekja hjá manni smá svona stress, eins og við segja, fara að senda tollapenning, tollarnir hafa rauninni sko, þeir hafa skilað alveg töluvert miklum tekjum, hátt í helmingnum að fjárlaga hallanum ef þeir gangu upp en ef þessu verður hins vegar sendt með pósti til heimila og svo ýmsar aðra tillögur sem hafa verið að koma upp á síðkastið, þá það svolítið svona hættumerki að bandaríska hagkerfið alveg að vaksa miklu hraðar en all önnur hagkerfi í augnablikinu. Og það var einmitt punkturinn sem ég ætlaði einmitt enda á var einmitt að þetta var staðan og þess vegna gekk honum svona vel. Svona, eins og segi, fekk hann ekki bara mikið praktískt vald, heldur líka svona óskorað vald með því að taka upp sveifluríkin og með ákveðna stemmingu. En hann var samt líka og fór fram undir þeim formerkjum að hann ætlaði ekki að vera mikið að skipta sér að utanríkismálum, vera í American First og vera ekki mikið í því að ráðast inn í önnur lönd eða gera annað. En þannig hann komin inn bæði og eitthvað sem náttúrulega hefur verið fall ýmissa leiðtoga í gegnum tíðina að vera að einbeita sér að mörgum stöðum í einu sko. En þið sjá alltaf líka eins og bara með þetta með tökum að dúró sko, það er greinilega engin vilji hjá þeim til þess að fara með eitthvað viðtækara herliðangað innskil sem dæmi sko. Þannig að enda líka væri það líka mjög mikið úr stíl við það sem hann hefur verið að boða sko, að Bandaríkjamenn og náttúrulega mikið til gosin og upphæðlega út af gagnrýni á Íraksstríðið og afskiptin í Líbí og víðar sko. Nú maður sér það alveg sko á samfélagsmiðlum að þú veist fólk augljóslega Íranir og fleiri fólk bara bíður og vonar eftir að Trump sko komi núna og hendi einhverjum sprengjum sem að muni svona hrista Írans stjórnvöld nægilega til þess að leggja upp laupana en maður hefur einmitt sko tilfinninguna hún finnst hann örugglega bara búin að vera að gera nóg og mikið og þú veist hann oftast maður það pínu að þetta fyrstli út eins og áður að Trump þarf bara að fara að einbeita sér að innanlandsmálum hann er óvinsæll í rauninni en sko maður hefði kannski haldið með við hvað hann hefur staðið við kosningalóður sín á svona vissuleiti og með við hvað hefur sko efnahagsþróunin svona út frá efnahagsstærðum hefur verið alveg lygileg en hann þarf að einmitt að ná fólkinu á sitt band. Björn, nú þú talað mikið sjálfstæði Íslands, sögu þess og fleira. Hvað svona í því samhengi, út af því að það sem að mér hefur þótt líka skrítið í umræðum hvort sem að tungumálið, íslensk menning eða annað, að þá eru þessir einstaklingar sem að eins og segja hafa oftast haft rangt fyrir sér, talað það í sögulegu samhengi sem einhver svona tilviljunarkennd, handahófskennd, einhver atburðarás sem gerðist bara einhvern veginn alveg óháð allri aðkomu þeirra sem að voru uppi á hverjum tíma og ég einhvern veginn svona, þú veist þegar fólk bara við breytum bara tungumálið, það er bara einhvern veginn þetta er allt bara einhvern veginn þú veist tungumálið þróast og menningin þróast, hvað er að þér? En ég hugsa alltaf, að það var samt alltaf fólk sem að stóði lappirnar gagnvart hverskins breytingu sem að hafði sjálfsögðu áhrif. Við feikilega góð bókinas Ásgeirs Jónssonar, seðlabankastjóra, sem forföðu sína sem kom út núna fyrir jólin og hann nefnilega talar þetta sko náttúrulega hann er náttúrulega að segja sögu
sögu sem sagt afa síns og ömmu og svo annara forfeðra á Ströndu sem eru sem sagt hákarlasjómenn og það að segja þetta er þá lýsið sem selt sem ljósmeti það verið að lýsa borgirnar sko, fram eftir 19. öld og svo hrynur þessi markaður en hann að tala náttúrulega og hann að tengja þetta við svona efnahagsþróun og náttúrulega hvernig nútímavæðingu Íslands og svo framvegis og það er einmitt eitt faktor í þessu sem að hann gerir svolítið mál úr sem ég hef bara ekkert séð hagfræðinga áður talum á Íslandi og það er fólkið sjálft sko og það er að tala um þessu svoköldu aldamótakynslóð sem var svona fólk sem lagði sig sko fólk svona fætt sent á 19. öld og svona er komið til vits og ára svona í byrjun hérna 20. aldar og hefur bara dálítið annað sko mentalitet heldur foreldrar og forfeður sko það er að segja vildi leggja sér meira fram vildi sem sagt leggur oft fólk sem leggur ótrúlega mikið ást til að afla sér menntunar margar svona svolítið sögur til sko og hérna og sem sagt og er líka svona margarhátt sko svona, hvað maður að segja, svona hugprúðari sko, það er þess að menn, þú veist, menn eru mjög mikið svona bindindi, mikið sprettur på bindindisreifingunni sko, menn neyta ekki áfengis og tóbak sko, og það er sko, og svo náttúrulega tengir þetta mjög skemmtilega við sko skrif Max Weber hérna, vinnusíðferði mótmælenda sko, sem er klálega partur af vegna þess að þetta fólk var mjög innblásið af kristinni kenningu sko, og hérna og þetta verður eins og mér svo áhugavert að því ég hafði ekki heyrt takfræðing tala með þetta á þessum hætti að sko við getum ekkert hort á sko nútímavæðingu íslensks samfélags á þess að horfa líka á fólkið sem lagði sig sko mun meira framheldur foreldra þeirra sko það kemur bara ný kynslóð fram sko og hérna og þetta er svona og þannig að svona maður er einhvern veginn svona ólst upp svona hálfgerð þetta væri eitthvað svona góðsögnum með þessi aldamóta kynslóð en ég held að það sé raunverulegt ég held að það sé raunverulega hafi komið fram kynslóð fólki sem lagði sér miklu meira fram bara almennt hérna heldur en áður hafði tíðkast sko og vann meira sko og hérna og var svona upptekinn af því síðan bara maður heyrir þetta líka sem eldra fólki sko menn þyr mjög uppteknir af því að menn yrði að vinna meira vegna þess að við værum svo fáir sko, við þyrftum að leggja harðar á okkur en aðrir sko og voru bara mjög uppteknir af því sko bara alla daga sko að minna á þetta sko, ég er þetta upptekinn að minna nemendum mína á þetta sko, við þurfum að leggja harðar á okkur sko, við þurfum fleiri afburðamenn þegar við vorum að tala um menturinn áðan sko, við þurfum að leggja meir upp úr því að rækta afburðafólk og mér finnst það eiginlega vera það sem að ég eiginlega mestar áhugjörðandi menturinn hérna hvað við erum að fá upp sko lítið af afburðanemendum sko, miklu lægra hlutfall heldur en í Skandinavíu. Þannig að sko það sem er náttúrulega bara beintengt í kerfi sem við erum með það sjálfsögur eins og ég var að nefna í þættinum áðan ég meina það er svakalega áhersla á jöfnuð og það sem að Hermundur Sigmundsson hefur náttúrulega verið að fjalla um það er þessi sko ástríðutími sko það sem að hann er í rauninni búinn að staðsetja nemendur eftir getu og það er að segja að þá færðu alltaf verkefni eftir getu og þá ertu líklegri til þess að vilja taka þátt í því verkefni. Það er að segja ef að verkefnið er allt of auðvelt að þá ertu ólíklegur til þess að vekja áhuga þinn. Sama gildir ef það er allt of erfitt þá er ólíklegt að vekja áhuga þinn því einhvern veginn fallast hendur. Þannig hann er alltaf að hugsa um það að hver og einn nemandi að fá sko verkefni eftir getu. Já, ég skrifa hann um þetta, ég skrifa þessi endurminninga Þorvar Elíassonar skólastjóra Vestlunarskólan sem kom út núna fyrir jólin. Og hann talar nefnilega um þetta sko að hann stofnar starffræðideild sko því hann segir að það þarf bara að mennta hann bæði að stofna líka sko tölvuháskólan það vantaði fólk sem kynni tölvuöldur að gangi í garð það þarf að mennta fólk í þessu en svo býr hann líka til starffræðideild við þurfum að mennta fleira af undirbúa fólk undir námi verkfræði og raungrinum og þar var bara raðað eftir getu sko sem var algjörlega skjön við tíðarandan sko en hún var alveg sama svona skemmtilegt viðhorf hjá hann sko, var alveg sama hvað fólki fannst sko og það er svolítið góður eiginleiki sko að koma ykkur breytingu til leiðan að vera ekki á upptíkin að hvað fólki finnst það svolítið að gera og hann keyrir þetta í gegn sko og býr og það eru þá einhverja þúsundir sem hafa þá farið í gegnum þá menntun sko í kjölfari en það var raðað eftir getu og það er svo merkjandi að þú raða fólki eftir getu og leiðum áhugasviðin leið hvað getur hlaðið miklu efni á fólk sko og ég undra mig þetta ofta á þetta með öllum þessum þegar maður er með kannski góðan hópa nemendum sem eru kannski svona svolítið svona svipað þengjandi sko að sko maður verður undrandaði hvað geta lært mikið sko og það er alveg ótrúlega hvað þetta hlaða á endalur sko ef vel tekst til sko
en það ekki hægt ef þú ert búin að grauta öllum saman sko, sem að mjög ólíkri getu og ég skil ekki einu sem hvað kennarinn að segja, þeir kunni ekki tungumáli sko. Og mér var svolítið gott að því að, veist, að ég ætla að rósa Ingu Sæland líka hérna aftur, að því að sko, hún þorir að segja þetta sko, ég var nú skrifa nokkra pislum þetta, að skóli þarfnast aðgreiningar sko, og hún þorir bara að segja þetta beint út og ég ætla að vona henni svo lánist að gera einhverjar slíkar breytingar að við sko við búum til menntakerfi sem að skila meiri árangri heldur en núna. Ég hef nú einhverja reynsla til samt sem aður til þess að gera svona eins og senast að hefur verið að reynt að gera í Kópavogi líka, komið samrætt námsmat og svona. Þetta náttúrulega í Lindaskóla. Já. Og hefur reynst mjög vel. Já, en það er samt sem þannig að sko að eins og í bara grunnskólanum þar sem að sveitarfélaginu augljóslega eru reka þá en það eru skólastjórnir hafa alveg óboðslega mikil völd hvernig sko þetta rauninni, hvernig skólastarfi fer fram og eins og varðandi svona með hvað hætti þú myndir innlega svona námsmat, þannig að það er kannski það er hægara sagt en gert að gera breytingar í skólakerfinu en það er auðvitað ef það kemur svona ofan þá kannski. Já, en mér finnst líka sko að það ætti að koma líka að neðan út af því að það sem að mér hefur þótt kannski sérkennilegt við menntamál hér á landi og eins og segi ég hef pælt mjög mikið í þessu og Hermundur Sigmundsson er vinur minn og ég tel að hann sé bara einfallega risastór breyta talandi einstaklingsframtak og og elju að það sem að er kannski merkilegt í þessu líka er að núna vorum við að tala Václav Havel og svona álit massans sem er kannski á skjön við stjórnlyndisöfl hverju sinni að það sem hefur kannski það sem mér hefur þótt verið skrítið við umræðu skólamál almennt er að ég er að láta frá mér barn í hendur skólakerfisins og þá verður barnið sjálfkrafa eign einhvers kennara og það sem að fer fram þar er mér óviðkomandi og ef var kannski miklu meiri áhersla er lögð á starffræði hjá einum og lestur og skrif að þá er kannski hinn í kynjafræði einhverjum svona réttrúnaðarfræðum og öðru og skila barninu ekki af sér læsu eftir 10 ára nám þá vil ég bara minni réttrúnaðarfræðslu. Nei, en það er líka sko þegar maður er kannski almennt ekkit fylgjandi miðstýringun en að þessu leitinu til þá má vera meiri miðstýring með það að tryggja það að menn sem sagt sko öðlist þá undirstöðu færni sem þú þarf til að geta komist af bara í nútteima vestrænu samfélagi sko eins og bara það að geta eins og þessu varðandi lestur og skrift og gera kröfu og geta lesið kynjafræðin allavega. Já. Nei, ég meina það er svo verið bara þetta með eins og með lesturinn og gervigreindina, þú veist hvernig hún sé svona 2 ólík dæmi núna nýlega, það sem var annars vegar sko skóli sem að það sem að rauninni gervigreindin sá bara mestu leyti kennsluna og þannig að hún svona þróaði þess að nemyndunum og þessu var hampað en svo verður þetta eins og Niall Ferguson til dæmis sem tók þátt í að meðstofnandi að þessum skóla þarna í Texas Austin þar sem að nemyndur eru settir í 5-6 klukktímar á dag eru rauninni bara án back to basics og hann var nú spurður að því mitt þarna það var þarna fyrirlestur í Kanada í lok seinasta árs þar sem að 14 ára drengur spyr hann í Q&A í lokina sko, ok, nú eru þið búmerarnir búin að klúðra þessu fyrir okkur sko, þeir eru búin að hækka skatt, ríkisútgjöld og allt komið í steik og hvernig á ég að þú veist, hvernig á ég geta plumma mig núna svo þegar að AI kemur síðan í andlita á mér þegar ég er að fara í skóla og ég veit ekki hvort þið tæki undir þetta en hann sagði að ráðleggingin sem hann geti gefið honum til þess að hafa eitthvað edge þegar að AI tekur yfir er að bara lesa leggja frá sér allt annað bara lesa, kannski svolítið tall order fyrir 14 ára ungling að byrja að gera það en hann allan að sagði þetta, veist, þetta er það sem að börn í dag munu fara að missa, það er að sitja með sjálfur sér að pæla í einhverjum texta og velta honum fyrir sér og gefa sér tíma í
ég hugsa hlutina versus að við leitum bara strax í gervigreindina, fáum svarið, fáum instant upplýsingarnar í gegnum allar sem miðla sem þið þekkið. Þannig að, og þetta kannski bara svolítið ókannað áhrifin af þessu, en það eru hins vegar tölfræði sýnir eins og krakkar í college að þegar háskóla í Bandaríkjunum að þau eru farin að eyða markvert mun minni tíma sko bara actually að læra. Þú veist, svona tíminn sem að fólk notar við lærdóminn sjálfan til þess að rökræða við sjálfa sig, hann fer fallandi. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, ég skaut inn í þáttinn sem ég núna búin að nefna 3 svar í svona ákveðina hugmyndaleik við mig, þar sem að ég nefndi sko að segjum sem svo að takir 10 próf. Og þú með 2 nemendur sem eru bara með áþekka getu og annar nemandinn tekur prófið án gervigreindar og hinn nemandinn tekur það með gervigreind. Og svo berðu fram próf með kannski hjálpartækjum eins og gervigreind eða reiknivél eða annað. Hvort einstaklingurinn sem að notaði gervigreind allan tíman eða einstaklingurinn sem að notaði ekki gervigreind, hvor hefur betri skilning og starffræði í kjölfar þess að hafa þreytt þessi 10 próf. Ég held að sá sem að hefur þreytt prófin með miklu betri skilning á því af hverju gervigreindin haga sér á þennan tiltekna máta þótt hann hafi gervigreindina. Það ekkert mál að slá bara dæmunum inn eða taka myndaði hvernig sem það en sá sem að tekur raunverulega prófin, hann miklu betri í að nota gervigreindina svo í kjölfarið og hann hefur skilning á því af hverju gervigreindin að gera ákveðna hluti og getur svo spurt gervigreindina spjörunum úr á miklu skilvirkari máta heldur en nokkuð tíma manneskjan sem var með gervigreind allan tíman. Það alltaf verið að tala sko að við þurfum að kenna þeim á tæknina. Ég hef ekki skilning á þeirri röksemdafærslu. Nei, en þú þarftu þetta aflaðar ákveðnar sko grunnþekkingar í sama hver það sko óháð því tækni sem getur flett upp sko. Og það sem maður hefur áhyggjur af að þú veist að menn einhvern veginn sé svona margir kennarar við það séu bara sko einhvern veginn að horfa í gegnum fingur sér með þetta sko einhvern veginn að í staðis einhvern veginn nei það gengur þetta það sem menn þurfa þetta öðlast grunnþekkinguna og það alls konar dellu hugmyndir sem að þetta eins og forsætisráðherrann í Baden-Württemberg talaði einhvern tíma snemma á síðasta árum að það þyrfti eiginlega bara að draga mig mikið úr tungumálakennslu og helst hætta kennslu í landafræði það að fletta öllu upp sko. Og þá kemur alltaf spurningi af hverju erum við yfir höfuð að læra, skilur? Þú veist, þú ert ekki að læra tungumál til þess að rata niður á strönd, skilur? Þú ert að læra tungumál vegna þess að hvert nýtt tungumál sem þú lærir, skilur, þá opnaðir sko sem nýja menningarheim það víkkar út hugaðinn, skilur, og þú verður gáðari fyrir vikið. Og það sama, þú veist, með sömu rökum, skilur, þá ættum við ekki að kenna sem sagt, nemendum sko smíði að sauma, skilur, því að það mjög ólíklegt að þau séu að fara að nota þetta mikið, skilur, en nei, við viljum að menn þroskist sem mest, skilur, og það var eitt mjög góð pislahöfundur á Veld sem tókum með dæmi af Humboldt-bræðurum, svona mestu mennta hugsuður Þjóðverja og þeir voru sko vellauðir og þeir hefði getað ráðið sér alla heimsins bestu túlka og leiðsögumenn sko en akkur voru þeir að læra akkur voru það að mennta sér svona mikið og meðal þessi tungumálum sko þú veist það svona til hvers erum við yfir höfuð að læra sko og það svona þetta einhvern veginn sem má einhvern veginn ekki gleymast bara hver tilgangur með því skilur og það getur líka verið bara sko eins og til dæmis það að læra til dæmis fornmál sem dæmi skilur það hefur bara mentað tilgang í sjálfu sér skilur það er bara menningarlegan tilgang að fá innsýn í sko í eigin menningarheim sko þannig að mér finnst þetta einhvern veginn svona sko ekki með að gleymast og mér finnst alltaf og ég maður líka sem maður áhyggjur að þeim menn svona séu bara alltaf svona bláegi gagvart þessu en ég hef með sagt við nefndum mína eins og upp í HR að sko að því að það er svona augljóst það sem gerast í lögfræðinni
að það er mjög stór hluti af starfi lögfræðinga, ég ætla ekki að giska hversu hátt hlutfall er nú bara þegar bara komið í hendurnar á vélmönnum sko, bara öll þessi uppfletti vinna sem var mjög stór hluti af vinnu lögmanna og hvað þá eftir sko, þú veist, og svo mér finnst að blasa við sko, og þá þurfum við þurfum þá fólk sem þá ennþá betur hugsandi í staðinn sko, þannig að semst og ég nú halda því þá fram að þú veist, kannski mín fög sem kannski meira réttar heimspeki, réttar saga hafi þá meira gildi, það sem að kenna fólki að hugsa sko, og það að sem að sko, það sem náttúrulega sko menntaskólar og aðri menntun gekk út á að kenna fólki að hugsa og aðri starffræði gengur út á, skilur út á hugsun sko, það að segja að en svona maður velti fyrir sér sko er sá þáttur eitthvað sko, ég velti fyrir hvort að hann sé eitthvað líka hnignandi almennt í menntakerfinu að gera fólk að hugsandi verum sko. Já, það snerti líka svolítið á því sem ég var að nefna áðan að íslensk menning og íslensk tunga og íslensk saga sé einhvern veginn handahófskend bara svona eitthvað þar sem við vorum einhver lauf í vindi sko. Já, en það líka bara því það sko, það er með sem svo hvað var að sögu, mér finnst algjörlega galið að sko saga sé ekki bara sérstaklega tilgreind sem eitthvað á námskrá, þú veist, hún sett undir sama hatt og okkur samfélagsgrein, sko saga engin samfélagsgrein, sögu þarf að kenna sem sérstaklega grein og það þurfa allir að læra sögu og sko ég segi það alls konar aðferði við að kenna hana, en það þarf að kenna hana og sko saga, þú veist, við eigum þar að segja það á enginn að ljúka grunnskólagöngu nema að fengið sko góða innsýn bæði sko í mannkynssögu og Íslandssögu og menn þarf að þekkja sko bara og ég segi, og það sem mikilvægast öllu að þekkja sko fyrstu aldri Íslandsbyggðar til þess að vita bara hver við erum, hvaða fólk var þetta sem kom hingað og það sem ég veist áhugavert eins og bara þeim að því ég tala mikið þetta við nefndum eins og þeirra til þess að kenna réttarsögu og mjög margir sem aldrei lært neina sögu hafa aldrei lært neitt fyrstu aldri Íslandsbyggðar, jafnvel aldrei lært neina Íslandssögu og vera svo undrandi bara eigum við virkilega svona merkilega sögu sko og bara fara að segja fræða þjóðveldi og þeir var bara undrandi sko og sko eins og einn stúlka sagði bara ég skammast mér svo mikið fyrir eitthvað veitlíti, ég segi þú átt ekki að skammast þín, það er einhver skólayfirvöld sem er að skammast þín fyrir að hafa ekki veittir fræðslu með þetta, skilur þú átt ekki að skammast þín sko. Nei, maður sér þetta alveg fyrir sér að þetta hefur einhvers konar bakvið tjöldin þróun svona í pólitískri rétthugsun þar sem að saga gæti þá aukið þjóðernishyggju eða eitthvað, þú veist, þetta er svona já, þetta er svona allan að sérstaklega í Íslandssögunni sem við virðist náttúrulega hafa algjörlega verið hent fyrir róða í kennslu í grunnskólum. Nei, og Íslendingar voru mjög vel að sér með einn sögu og það var mjög frægt í handritadeilunni þegar danska sjónvarpið sendi hingað fréttamenn og svona það taka viðtöl við ungt fólk á förnu vegi og svona hvað var Íslendingar að sækjast eftir þessum handrit, þeir vissi náttúrulega ekkert eigin sögu, þá kemur bara ljósa ungt fólk, þetta er náttúrulega 60 eitthvað, það var bara mjög vel að sér sko helstu drætti í Íslandssögu og Íslendingasögu og ég veit bara, það er bara ein ástæða, þau lásu Íslandssögu Jónasar frá Hriflu sem var bara skemmtileg framsetning á Íslandssögu sko og svo þótti það ekki nóg fínt og hvað tekur það er bara búin til eitthvað svona einhverjar handónýta kennslubækur sem enginn ennur að lesa, það þarf að gera þetta líka áhugavert sko, saga á að vera skemmtileg og það má ekki henda alls öllum persónum Íslendingasagna út úr Íslandssögunni, þú veist, þær voru mjög margar uppi og það má alveg segja sögur að þeim í Íslandssögunni eða svo Njáll og Bergþórskóli má alveg vera partur af Íslandssögunni og Gunnar á Hlíðarenda líka sko, þess þeir voru til þó svo sagan að þeim sé að mörguleiti tilbúningur en þá getur líka bara tekið sko, tökum gott og gilt en mun kannski bróðari heimildur heldur persónur Íslendingasagna sko. Já, ég er bara hjartanlega sammála því, ég hef náttúrulega mér er mikið umhugað til dæmis bandarísku stjórnarskrána og ég held að hún hafi verið svolítið upphafað því að stjórnarskrar fóru að spretta upp þó svo að sé hægt að horfa lengra aftur í Magna Carta og annað en aftur á móti þá held ég að bandaríska stjórnarskráin hafi svolítið ítt úr vör og leyst úr læðingi ákveðinu öfl sem að smitiðust yfir til annara vesturlanda og einmitt eins og þú ert að segja sko að við höfum kannski skilning á því af hverju við erum eins og við erum ekki bara eitthvað svona laufi vindi sem að erum komin af einhverjum handahófskendum, tilraunakendum atburðum sem að hafði ekkert með aðkomu þeirra sem að voru upp á þeim tíma með að gera sko. Þannig að já, við ætlum að setja punktinn hérna. Agnar Tómas Möller,
Björn Örn Bragason, takk æðislega fyrir að koma og þangað til næst. Þið eruð geggja kombo, ég mun aftur kalla ég ykkur ekki áður en að langt líður. Takk fyrir. Við spenntir. Takk fyrir.